Góðan daginn gott fólk og velkomin til 20. fundar sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar sem haldin hér á Breiðumýri í dag, 9. mars. Tveir sveitarstjórnar fulltrúar boðuðu forföll, það Eygló Sófusdóttir, í hennar stað kemur Sigfús Haraldur Bóasson og Knútur Emil Jónasson boðaði einnig forföll og í hans stað hér mætt Anna Bragadóttir. Í upphafi fundar þá vil ég byrja á því að bjóða nýjan sveitarstjóra hjartanlega velkomin til starfa, Ragnheiði Jónu Ingimarsdóttur, sem hóf störf hjá okkur 1. mars. Og við munum fá skýrslu frá henni hennar fyrstu daga í starfi í lok fundar. Eru einhverjar athugasemdir við fundarboð? Svo ekki. Áður en göngum til dagskrár þá óskað eftir því að 4 mál verði tekin fyrir á fundinum í dag með afbrigðum. Það í fyrsta lagi umsagnarbeiðni frumvarp til laga breytingu á skipulagslögum frá umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis. Þetta málefni sem hefur verið sendt sveitarfélögum til umsagnar og umsagnirnar þurfa að berast fyrir 14. mars. Við fengum þessa beiðni bara í gær, þannig að við teljum mikilvægt að taka þetta fyrir með afbrigðum í dag. Einhver sem hefur eitthvað á móti því? Svo ekki. Síðan eru 2 fundargerðir. Það annars vegar fundargerð atvinnu- og nýsköpunarnefndar. Þeir sem geta samþykkt að hún verði tekin fyrir með afbrigðum, við svolítið skeiða merki. Það samþykkt samhljóða. Hins vegar að fundargerð íþrótta-, tómstunda- og menningarmálanefndar. Þeir sem geta samþykkt að hún verði tekin fyrir. Það samþykkt samhljóða, takk, og að lokum liðurinn skýrsla sveitarstjóra í lokfundar. Þeir sem geta samþykkt að sá liður verði tekin fyrir og það samþykkt samhljóða. Þá göngum við til dagskrár og á dagskrá í dag eru þá 17 mál. Fyrsta mál á dagskrá fundargerð umhverfisnefndar frá 2. mars síðastliðnum. Fundargerð umhverfisnefndar í 2 liðum. Engir liðir þarfnast eða hvorugur liðurinn þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar og eru þeir lagðir fram hér til kynningar. Einhver sem vil taka til máls? Svo ekki. Annar liður fundargerð íþrótta- og tómstunda- og menningarnefndar frá 7. mars. Fundargerðin í 6 liðum og það eru liðir númer 2, 3 og 6 sem þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar. Aðrir liðir eru lagðir hér fram til kynningar. Fyrsti liðurinn sem til afgreiðslu, hann varðar félagsstarf eldri borgara árið 22 til 23. Fulltrúar nefndarinnar hafa verið að ræða við eldri borgara í Mývatnssveit varðandi húsnæðismál og aðstöðu fyrir félag eldri Mývetninga og niðurstaða nefndarinnar að beina því til sveitarstjórnar að færa félagsstarf aldraðra verði fært í Mikley að Hlíðavegi 6 og jafnframt verði félagi eldri Mývetninga veitt afnot af því húsnæði utan þess tíma sem félagsstarfið fer fram á vegum sveitarfélagsins. Lagt til að þessi afnot miðist við 1 ár til að byrja með og síðan verði tekin staðan eftir þetta ár hvernig gengið hefur og hvort að vilji til frekara samstarfs. Orðið laust ef einhver vil tjá sig. Ragnhildur, gjörðu svo vel. Takk, Oddviti. Þú ert nú svo sem búin að fara ágætlega yfir þetta og það kannski bara ánægilegt að við erum búin að fá farsæla lausn fyrir félagsstarfið og það verður bara ánægilegt að fylgjast með því hvernig það þróast. Takk. Takk fyrir það. Ég legg þá til að eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykki tillögu nefndarinnar að veita félagi
að færa, sveitarstjórn samþykkir að félagsstarf eldri borgara verði fært úr IMS niður í Mikley og að jafnframt verði félagi eldri Mývetninga veitt afnot af húsnæði Mikleyjar við Hlíðaveg 6 utan þess tíma sem félagsstarf eldri borgara á vegum sveitarfélagsins fer fram. Afnotin miðast við 1 ár til að byrja með og að þeim tíma verður kannað hvort vilji til áframhaldandi samstarfs. Þeir sem geta samþykkt þetta vinsamlega skefið merki. Það samþykkt samhljóða. Já, afsakið. Ég ætla aðeins að fá að lesa bókunni upp aftur. Lesa hana bara alla aftur, þannig að það fari ekkert á milli mála hvað verið að samþykja. Sveitarstjórn samþykkir tillögu nefndarinnar að félagsstarf aldraðra verði fært í húsnæði Mikleyjar við Hlíðaveg 6. Auk þess fær félag eldri Mývetninga veitt afnot af húsnæði Mikleyjar utan þess tíma sem félagsstarf eldri borgara á vegum sveitarfélagsins fer þar fram. Afnotin miðast við 1 ár til að byrja með og að þeim tíma liðnum verður kannað hvort vilji til áframhaldandi samstarfs. Sveitarstjórn samþykkir að veita félagi eldri Mývetninga styrk til að standa straum á húsaleigu. Þeir sem geta samþykkt þessa bókun gefið merki vinsamlegast og það samþykkt samhljóða. Þriðji liðurinn á dagskrá fundar íþrótta, tómstunda og menningarnefndar sem hér til afgreiðslu varðandi beiðni samvinnuverkefni við félagið úr Héraði, EHF, þar sem óskað eftir afnotum af félagsheimilinu á Breiðumýri, þar sem við erum núna. Í bókun nefndarinnar kemur fram að fulltrúar nefndarinnar hafi átt samtal við forsvarsmann úr Héraði sem kynnti fyrir þeim hugmyndi sínar varðandi samstarfsverkefnið og sem gengur út á það að geta boðið upp á máltíðir fyrir stærri hópa ferðamanna og að óskar þar með eftir að fá húsnæðið leigt frá 1. maí til 30. september. Hver vill ekki einhver taka til máls hér undir þessum lið? Árni Pétur, gjörðu svo vel. Oddviti, ágætir fundarmenn. Það vissulega ánægjulegt að það sé áhugi fyrir því að nýta félagsheimilin okkar, en það auðvitað þannig að innan okkar ágæta sveitafélags eigum við mjög mörg félagsheimili og þau hafa öll mismunandi hlutverk en þau hins vegar hafa flest hver ekkert óbúslega mikla nýtingu. En það sem við þurfum náttúrulega að gæta svolítið að í máli eins og þessum það að öll þessi félagsheimili eiga sér mjög langa sögu. Þannig að það eru ýmsir hópar sem hafa komið að uppbyggingu þeirra á sínu tíma, eiga jafnvel búnað inn í húsinu, þannig að það þarf að fara varlega hvernig við erum að fara með málefni félagsheimilin okkar. Og svo náttúrulega auðvitað til þess að geta jafnræðis að þá þarf auðvitað að gæta að því þó svo að auðvitað sé mikilvægt að gera einhverja svona pröfu hvort að þetta sé eitthvað sem lífvænlegt og eitthvað sem geti virkað og getur þau jafnvel virkað í fleiri félagsheimilum og þá auðvitað rétt að það sé auglýst þannig að menn eigi og hafi jafnan rétt. Þannig að öðru leyti líst mér nú bara nokkuð vel á og þakka fyrir það sinni. Takk fyrir þetta, Árni Pétur. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, kannski fá að segja örlítið að ég tek undir það sem að Árni Pétur sagði að það er mikilvægt að þeim að gæta jafnræðis og getum við þá ekki, það er hugsanlega að við getum verið sammála að þessa bókun að sveitarstjórn geti ekki komið að umræddu samstarfsverkefni. Sveitarstjórn lítur jákvæðum augum á leigu- og félagsheimili sveitarfélagsins. Það verið að vinna að heildstæðu mati á framtíða nýtingu félagsheimilana
og í ljósi þess sér sveitarfélagið sér ekki fært að leigja félagsheimili Breiðumýri til lengri tíma en felur sveitarstjóra og oddvita að ræða við þá aðila sem koma að nýtingu hússins með það fyrir augum að auglýsa það til leigu með ákveðnum skilmálum í sumar til reynslu. Þeir sem geta samþykkt þessa bókun, vinsamlega gefið merki, það samþykkt samhljóða. Þá það 3. liður á dagskrá sem fundargerð atvinnu- og nýsköpunarnefndar. Fyrirgefiðu. Já, ég biðst afsökunar á því, við slepptum einum lið úr fundargerð íþrótta- og tómstundarnefndar, það liður 4. Þannig það 4. liðurinn sem að krefjast líka afgreiðslu sveitarstjórnar. Biðst afsökunar á því, þannig við tökum hann næst. Og það hann fjallar aðstöðu fyrir Mývatnsstofu. Framkvæmdastjóri Mývatnsstofu hefur óskað eftir því að fundi verði aðstaða fyrir jólasveinaverkefni Mývatnsstofu. Í bókun nefndarinnar kemur fram að nefndin fagni því að aðstaða hafi fundist í kjallara Skjólbrekku til ákveðinna verka og leggur til að Mývatnsstofa fái að nýta umrætt húsnæði. Vil ég einhverju taka til máls hér? Ragnhildur, gjörðu svo vel. Takk, oddviti. Það mjög ánægjulegt að sem sagt að það fundið húsnæði fyrir þessa búningaaðstöðu. Formálinn sá að þetta var húsnæði, það var húsnæði á Múlavegi sem var nýtt undir þetta. Mývatnsstofa hefur misst það húsnæði og var að leita að ákjósanlegum stað vegna þess að þarna að ræða mikilvæga hluti og það mjög jákvætt að við höfum ákveða að þau fá inni í kjallara Skjólbrekku. Takk fyrir það. Ég tek heilshugar undir það að það mjög ánægjulegt og ekki síst af því að Árni Pétur sagði okkur það hér áðan að upphafsdögum jólasveinanna þá hafi þeir einmitt verið þarna í kjallaranum, þannig að þeir kannski bara komnir svolítið heim. Getum við þá verið sammála eftirfarandi bókun að já. Sveitarstjórn samþykkir að jólasveinaverkefni Mývatnsstofu fái aðstöðu í kjallara Skjólbrekku. Þeir sem geta samþykkt það vinsamlega gefið merki og það samþykkt samhljóða. 3. liður á dagskrá fundargerð atvinnu- og nýsköpunarnefndar frá 7. mars síðastliðnum. Fundargerðin í 3 liðum og það liður númer 2 sem þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar, hinir lagðir fram til kynningar. Og nú ég bara, þetta aftur ekki alveg rétt, það liður númer 1 og 2 sem þarfnast afgreiðslu. Og liður númer 1 í fundargerð atvinnu- og nýsköpunarnefndar fjallar málefni nýsköpunar í norðri og úr bókun nefndarinnar að nefndin telur semst mikilvægt að skoða verkefnastöðu innan nýsköpunar í norðri og taka ákvörðun næstu skref. Já, nefndin hefur skoðað verkefnin, nefndin hefur skoðað verkefnin og sér tækifæri í því að byggja á ákveðnum verkefnum og leggur til að ráðinn verði starfsmaður til að fara með mál atvinnu- og nýsköpunar í sveitarfélaginu. Starfsmaðurinn yrði frumkvöðlum sveitarfélagsins innan handar og nú komin aðeins svo langt. Starfsmaðurinn yrði frumkvöðlum sveitarfélagsins innan handar og sæi að sækja fjármagn í styrktarsjóði og leiðbeina frumkvöðlum. Nefndin sér ótal tækifæri falin í því að styðja við frekari nýsköpun á svæðinu til að stuðla að aukinni atvinnu uppbyggingu og verðmætasköpun. Ég vil einhver taka til máls hér. Arnór, gjörðu svo vel.
Já, oddviti. Það er ánægjulegt að nefndin sé að skoða þessi verkefni sem voru undirbúin á vegum nýsköpunar í norðri, því að þarna eru fjöldamargar hugmyndir komnar fram frá íbúum í sveitarfélaginu. Það voru haldnir mjög margir fundir með starfshópum og rýnihópum verkefni, hugmyndir, aðgerðaráætlun, og við skiptum þessu niður í aðgerðir. Sumar þeirra hafa þegar lokið ferlir sínum, aðrar eru einhvers staðar í miðju kafi, og þarna sem sagt fjársjóður sem við getum byggt á til framtíðar. Og það sem er ánægjulegt við nýsköpun í norðri það að þegar við lögðum á stað með þetta verkefni, þá var ekki mikið verið að ræða nýsköpun í þjóðfélaginu. Og það er ekkert launungamál að það var svolítið hlegið á okkur, og þótti dálítið þyngeist mond þessi rembingur okkar einhverja nýsköpun í dreifbýlinu, en engu að síður kom í ljós við þetta starf að það eru feikilegur kraftur í íbúum þessa svæðis þegar kemur að nýsköpun. Og nú erum við allt einu komin í umhverfið þar sem að þjóðfélagið allt er á harða hlaupum í átt til nýsköpunar. Þetta er orðið tískuorð sem var það ekki á þessum tíma, og nú eigum við að nýta okkur þann meðbyr til þess að finna hæfan starfsmann til þess að leiða þetta starf. Það getur farið saman með einhverju öðru starfi sem við höfum verið að auglýsa hjá sveitarfélaginu, og ég geri mér alveg grein fyrir því að núna þurfum við kannski að koma, ákveðnum böndum á stjórnsýslu sveitarfélagsins og skipuleggja hana og setja menn í svona stellingar, en höfum í huga í þeirri vinnu hvort að við getum haft nýsköpunarmálin með í einhverjum störfum, til dæmis eins og verkefnisstjóra umhverfismála sem við höfum auglýst núna eftir. Getur þetta hugsanlega fallið þar inn? Leitum samstarfs við nýsköpunarklasa sem út allt land núna. Næst okkur auðvitað Eimur sem með mjög kraftmikla starfsemi og rekur með Norðurlandi vestra nýsköpunarklasa sem kallað Norðanátt. Þar mjög hæft fólk, þar getum við fengið leiðbeiningar það hverjir gætu komið til greina inn í þessi störf. Og þetta hangir nefnilega dálítið saman, nýsköpunin og umhverfismálin. Allt í einu farið að tala umhverfismálin sem atvinnuveg, sem möguleika til nýsköpunar. Þess vegna hangir þetta saman, þess vegna dettur mér þessi verkefnisstjóri í hug, skiljiði. Þannig að ég fagnaði að nefndin skuli vera komin á siglingu í þetta, og þetta hefur aðeins legið í láginni, þessi starfsemi hjá nýsköpunni í norðri, sem eins og margt hjá okkur, við höfum verið í önnum, en nú lag, nú bara tökum við sprettin, og ég fagna þessu mjög. Takk. Takk fyrir þetta, Arnór. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki. Það leggja til eftirfarandi bókun að sveitarstjórn tekur jákvætt í erindi varðandi ráðningu starfsmanns sem færi með atvinnu- og nýsköpunarmál hjá sveitarfélaginu. Nú standa yfir ráðningar í ný og laus störf hjá sveitarfélaginu, og sveitarstjóra falið að kanna hvort verkefni geti farið saman með öðru starfi. Þeir sem geta samþykkt þessa bókun vissulegast gefið merki, og það samþykkt samhljóða. Síðari liðurinn á dagskrá atvinnu- og nýsköpunarnefndar sem við ætlum að fjalla hér eru félagsheimili sveitarfélagsins, svolítið í framhaldi af erindi íþrótta, tómstund og menningarnefndar hér áðan, en það bara mjög ánægjulegt að þessar báðar nefndir hafa verið að fjalla málefni sveitarfélagana, og í bókun atvinnu- og nýsköpunarnefndar lagt til að umfang starfseminnar verði skoðað og nýting á félagsheimilunum. Einhver sem vill tjá sig hér? Árni Pétur, gjörðu svo vel. Sveitarstjóri, sko, þetta þetta svolítið
eilíða verkefni að skoða félagsheimilin okkar og ég fagna því. Ég held að það sé alveg frábært að taka þetta út þannig að við gerum okkur aðeins betri grein fyrir raunverulegri notkun og tekjuflæði og öðru slíku. Staðan er auðvitað svo að það sveitarfélaginu mjög kostnaðarsamt að reka öll þessi félagsheimili en þau hins vegar okkur líka ákaflega mikilvæg vegna þess að þarna alls konar menningarstarfsemi og alls konar starfsemi í gangi og það ná að draga þetta svolítið vel saman. Hvað í gangi hvar, getur það farið með öðrum. Öllum finnst þetta svolítið vænt sitt félagsheimili vegna þess að þaðan eiga menn ánægju stundir sem og sorgarstundir í mörgum þeirra og þess vegna þurfum við líka að stíga varlega til jarðar eins og ég sagði áðan þegar við tökum síðan ákvörðun það í framhaldinu ef við tökum ákvörðun þar að segja hvað að gera vegna þess að inn í þetta blandast auðvitað fjölmargir sem að uppbyggingu þeirra hafa komið en bara frábært framtak og ég hlakka til að sjá og lesa þessa skýrslu þegar hún kemur út. Takk. Takk fyrir þetta, Árni Pétur. Fleiri sem vilja að taka til máls? Arnór, gjörðu svo vel. Já, ég tek undir með Árna Pétri. Ég fagna þessu auðvitað og þetta auðvitað búið að vera viðfangsefni sveitarstjórna í ansi mörg ár og við verðum að horfast í augu við það að þegar bjórinn var leyfður þá var grundvellinum kippt undan rekstri félagsheimilina allt land. Þess vegna hafa sveitarfélög allt land verið að vandræðast með félagsheimilin sín. Sveitaböllin voru auðvitað undirstaða reksturs félagsheimilina hér og ég og ennþá meti því að selja aðgöngumiða að Breiðmýri. Einu sinni seldi ég 500 aðgöngumiða inn í þetta hús á Sveitaball með Celsius þeirri heimsfrægu hljómsveit. Þá var bara gert þannig að það var opnað fordyri var opnað, svo var opnað á bakvið og svo bara rann fólk í gegn og það voru seldi 500 meða. Sjáu þið, þetta svo allt bara gjörbreytt umhverfi og þetta orðin vandræðabörn og það fylgir þessu kostnaður, viðhaldskostnaður, rekstrarkostnaður og svo framvegis. Þess vegna höfum við verið að athuga alvarlega og þurfum í framhald af þessari samþykkt nefndarinnar að athuga alvarlega hvað eigum við að gera við þessi félagsheimili. Eigum við að leigja þau, eigum við að selja þau, eigum við að selja sum þeirra, ekki öll þeirra, eigum við að ákveða eins og Árni Pétur var að segja hlutverk þeirra og hafa þau þá mismunandi hlutverk eftir því hvernig þau eru löguð til starfseminar. Það getur verið leikstarfsemi í einu, tónlistarstarfsemi í öðru, hugsanlega, skiljið. Og svo þegar það búið að taka fyrir málefni félagsheimilina leggja til að það verið tekin sérstakur fundur að fjalla flýileik sveitarfélagsins. Takk fyrir þetta. Og kannski aðeins að í framhaldi af þessari umræðu að ég veit að þetta svona sagan endalausa og ég veit að það búið að leggja heilmikla vinnu í þetta í gegnum árin að svona vega og meta hvað á að gera við félagsheimilin því að það leynist ekkert við sjáum það öll að sum þeirra eru í afskaplega bara leiðinlegu ástandi og það líka bara mjög leiðinlegt fyrir sveitarfélagið að þurfa að sýna fram á hvað þau eru í lélegu ástandi en þetta svakalega dýrt fyrir sveitarfélagið, við erum að greiða stóra fjárhæðir með félagsheimilunum og þá spyr maður sig einmitt þeim fjármunum best varið í það að greiða með félagsheimilunum eða þeim hugsanlega betur varið í eitthvað annað. Þannig að það væri líka bara mjög ánægjulegt að heyra frá íbúum ef einhverjir hafa einhverja tillögur mögulega nýtingu og þetta líka við vorum að líka hugsa þegar að sveitarfélögin voru byggð á sínu tíma, þá voru samgöngur allt öðruvísi en þær eru í dag og þá átti hver hreppur sitt félagsheimili og þá var miklu meiri ástæða líka til að hafa samkomur, meira gert af því heldur en núna. Þannig að ég tel að við ættum að geta fækkað þeim, hvort sem það verður í leigu eða sölu, án þess að með því að þá kannski þurfum við að ferðast örlítið lengra þegar við förum á tónleika eða hvað það En í ljósi þess sem hefur verið rætt hér þá legg ég til að sveitarstjórn feli formanni atvinnu- og nýsköpunarnefndar
og formanni Íþrótta- og tómstundanefndar að fara heildstætt yfir málefni félagsheimila í sveitarfélaginu og leggja fram minnisblað til sveitarstjórnar að því loknu. Og þeir sem geta samþykkt það, vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Nú þá þessum liði lokið og 4. dagskrárliður, það erindi frá forsætisráðuneytinu sem varðar endurheimt vistkerfa og kolefnisbindingu í þjóðlendum. Lagt fram bréf frá forsætisráðuneytinu þar sem óskað er eftir því að Þingeyjarsveit verði þáttakandi í samráðsverkefni endurheimt vistkerfa og kolefnisbindingu í þjóðlendum. Hluti þess verkefnis er að útfæra hugmyndir hvernig stefnumótun á þessu sviði getur mótast í samráði við og með beinni þáttöku almennings. Verkefnið í 2 hlutum og gert ráð fyrir því að það hefjist í mars og því ljúki í maí. Forsætisráðuneytið óskar eftir fundi með forsvarsmönnum Þingeyjarsveitar verkefnið. Einhver sem vil taka til máls hér? Jóna Björg, gjörðu svo vel. Já, Oddviti, ég held að það sé bara jákvætt að taka upp samtal og samstarf þegar eftir því er óskað og verður bara fróðlegt að sjá betur út á hvað verkefni gengur og því að ég held að sé líka mjög eðlilegt að Þingeyjarsveit koma að svona verkefni verandi landmesta sveitarfélag landsins með umtalsvert magna þjóðlendum undir og þetta verður mjög áhugavert að sjá hvernig þetta verður framkvæmt. Þetta ekki svona kannski alveg hefðbundið samráðsverkefni, heldur svona landsleikur. Þannig að ég bara legg til að við tökum þátt og verum opin huga hvert þessu. Takk fyrir það, Jóna Björg. Einhverju fleiri sem vil taka til máls? Svo ekki. Ég sammála Jónu með það að taka jákvætt í erindið og legg til eftirferandi bókun að sveitarstjórn taki jákvætt í erindi þáttöku í verkefninu og feli sveitarstjóra að svara erindinu og boða sveitarstjórn til fundar með fulltrúum forsætisráðuneytisins. Þeir sem geta samþykkt þessa bókun og svolítið að skefi merki og það samþykkt samhljóða. 5. dagskrárliður og það boð þáttöku í verkefni á vegum SSNE sem heitir Græn skref og það semst lagt fram bréf frá samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi eystra dagsett 25. janúar. Síðastliðin þar sem sveitarfélögum á Norðurlandi eystra boðin þáttaka í grænum skrefum. Tilgangur verkefnisins að efla umhverfisstarf á svæðinu og styðja sveitarfélögin við að uppfylla lögbundnar skyldur í loftslagsmálum. Verkefni byggir á grænum skrefum í ríkisrekstri sem Umhverfisstofnun hefur haft umsjón með frá árinu 2014 en aðlagað að starfsemi sveitarfélaga og taka auk þess mið af sóknaráætlun landshlutans. Stuðst verður við efni á heimasíðinu grænskref.is ásamt verkfærakistu loftslagsvænni sveitarfélaga á loftslagsstefna.is og haldinn verður upplýsingafundur fyrir þau sveitarfélag sem óska eftir að taka þátt í verkefninu. Einhver sem vil tjá sig þetta? Jóna Björg, gjörðu svo vel. Já, Oddviti, ég legg til að við óskum eftir að taka þátt í grænum skrefum og við munum tilnefna einhvern sem að vera tengiliður við verkefnið en ég held sé líka rétt að við höldum því til haga að svona í ljósi þess að auðvitað þurfum við að stíga okkar skref og sína ábyrgð í umhverfismálum og fylgja eftir bara loftslagsstefnunni. Ég held að sé líka mikilvægt að við reynum að vera með opin augu gagnvart því að græn skref hingað til hafa verið talsvert höfuðborgarmiðuð og það ekki öllum ríkisstofnunum verið gert auðvelt að uppfylla grænu skrefum og ég vona að það sé kannski búið að sníða einhverja vankanta af því gagnvart sveitarfélögum af því við erum nú víð land en að því sögðu þá held ég að það sé mikilvægt að við reynum að taka þátt og vera með. Takk fyrir þetta, Jóna. Ég tek undir það. Mér finnst mikilvægt að við tökum þátt. Við höfum lögbundnar skyldur í þessum efnum og ég tel að svona verkefni geti hjálpað okkur til þess að svona innleiða þann hugsunarhátt og þær breytingar sem að
þarf til að standa undir þeim kröfum. Að því sögðu þá legg ég til eftirfarandi bókun að sveitarstjórn lýsir áhuga á þátttöku í verkefninu og felur sveitarstjóra að skrá Þingeyjarsveit í græn skref SSNE. Þeir sem geta samþykkt það, vinsamlega gefið merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá göngum við til 7. dagskrá liðar og það er erindi frá stjórnendum Stórutjarnaskóla, húsnæði leikskólans Tjarnaskjóls. Það er lagt fram bréf frá Dóru Rún Kristjánsdóttur, starfandi deildarstjóra Tjarnaskjóls, Birnu Davíðsdóttur, skólastjóra Stórutjarnaskóla og Hönnu Berglindi Jónsdóttur, deildarstjóra Tjarnaskjóls. Dagsett 24. febrúar síðastliðinn, þar sem fram kemur meðal annars að þær telja að húsnæði leikskólans taki ekki mið á þörfum barnanna og þeirri starfsemi sem framfer í leikskóla. Einhver sem vill taka til máls hér? Árni? Takkið ákvörðun. Arnór, gjörðu svo vel. Ég er miklu eldri og frekari þannig. Jú, það er alveg rétt sem framkominn í þessu bréfi og það er rétt að þakka fyrir þetta bréf frá Dóru Rún. Það er alveg rétt sem fram kemur að bæði framboð voru fyrir kosningarnar með það á stefnuskrá sinni að finna varanlega lausn á húsnæðisvanda Tjarnaskjóls. Þetta er búið að þvælast fyrir fyrrum sveitarstjórnum Þingeyjarsveitar nokkur skeið og það sem við höfum aldrei fest hendur á alveg er það hvar við ætlum að koma leikskólanum fyrir í húsnæðinu. En ég veit að það eru býsna mótaðar hugmyndir meðal starfsfólks og stjórnenda Stórutjarnaskóla og Tjarnaskjóls það hvar væri best að koma þessu fyrir og þess vegna held ég að væri upplagt að fela verkefnisstjóra framkvæmda þegar hann er kominn að fara í það með stjórnendum að finna þessa lausn og taka síðan bara ábyrga, upplýsta ákvörðun þegar við förum að vinna fjárhagsáætlun fyrir næsta ár það hvar við ætlum að hafa þetta, hvernig hann á að vera og hvað hann kostar og hvernig við ætlum að fjármagna. Takk. Takk fyrir þetta, Arnór. Fleiri sem vilja taka til máls? Þá vil ég bara einmitt taka undir að þetta var á stefnuskrá beggja framboða og ég held að það sé alveg tími til komin að finna lausn. Það er búið að vera óþægilega langur tími sem á leikskólinn hefur flutt held í 2 eða 3 innan húsnæðisins. Þannig að tillaga bókun gæti verið sveitarstjórn gerir sér grein fyrir stöðu leikskólans Tjarnaskjóls og tekur undir mikilvægi þess að leikskólahúsnæði uppfylli þarfir barna sem þar dvelja. Sveitarstjórn telur mikilvægt að á fyrrihluta kjörtímabilsins verði málefnum leikskólans Tjarnaskjóls komið í farveg og felur jafnframt verkefnastjóra framkvæmda og skólastjórnendum að útfæra hugmyndir að framtíðarlausn leikskólans í áframhaldandi samstarfi við grunnskólan og verði vinninu lokið fyrir vinnu við fjárhagsáætlun haustsins eða fyrir 2024. Þeir sem geta samþykkt þessa bókun, vinsamlega gefið merki. Og það er samþykkt samhljóða. 7. liður á dagskráni er fjárhagsáætlun Þingeyjarsveitar 2023-26. Þar sem lagður er fram viðauki númer 1 við fjárhagsáætlun 2023. Viðaukin er tilkomin vegna leiðréttinga á milli liða samkvæmt framlögðum gögnum og felur í sér kostnaðarauka upp á 5.009.000 sem mætt verður með handbæri fé. Einhver sem að vill taka til máls þar? Svona til frekari útskýringa þá er þetta, eins og ég segi, þetta er aðalega færsla á milli liða og bara við sem sagt, þegar var verið að ljúka fjárhagsáætlunni þá kom í ljós að ákvarðanir sem höfðu verið teknar höfðu kannski ekki ratað inn á réttan lið og þannig þetta er, eins og ég segi, þetta er svona leiðrétting á loka útgáfu áætlunar. Bókunin, tillaga bókun, sveitarstjórn samþykki framlagðan viðauka samhljóða. Þessi geta samþykkt. Þetta er samþykkt samhljóða, takk. 8. liður er húsnæðisáætlun Þingeyjarsveitar 2019 til 2026.
Það eru lögð fram drög að húsnæðisáætlun Þingeyjarsveitar 2023 sem sveitarstjórnar fulltrúar hafa þegar fengið senda og kynnt sér ítarlega. Einhver sem vil taka til máls hér? Gjörðu svo vel, Árni Pétur. Já, Oddviti, þetta er auðvitað svolítið stefnumarkandi plagg sem lagt er fram. Þetta er orðið ánægjuleg vinsla á því hvernig þetta er orðið í dag með það sem áður var. Nú er þetta sama form sem öll sveitafélög á landinu vinna inn í og þess vegna verður samanburður á milli sveitafélaga miklu þægilegri og mjög gott að gera sér grein fyrir hvað er að gerast annar staðar á landinu í þessum málum. Nú við Knútur Emil, við tókum það að okkur að yfirfara þessa áætlun og vinna að henni og það var mjög skemmtileg vinna. Þetta er auðvitað mjög margt sem þarf að skoða í þessu samhengi þegar verið að vinna slíka áætlun og við auðvitað sjáum mjög jákvæð teikn á lofti, bæði í atvinnumálum og áhuga aðila til að koma að húsnæðis uppbyggingu innan sveitafélagsins. Þannig að við bara horfum björtum augum til framtíðar. Takk fyrir. Takk fyrir það, Árni Pétur. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki. Gjörðu svo vel, Jóna Björg. Já, takk Oddviti. Mér langaði kannski bara að byrja á því að þakka Árna Pétri og Knúti fyrir vinnuna sem er lögð í húsnæðisáætlunina og bara eins þetta taka undir með Árna hvað þetta er stefnumótandi plagg og kannski það sem þessi sýnir svart og hvítu þörfina fyrir áframhaldandi uppbygging og við nýtum þau tækifæri sem að okkur bjóðast og kannski kemur náttúrulega hérna fyrir á seinni stigum fundarins að taka fyrir íbúðamál en að bara samaskapa lýsa yfir mikilvægi þess að við erum með þetta markmið að fjölga íbúum í sveitafélaginu og til þess þurfum við að axla ábyrgð og grípa til aðgerða í húsnæðismálum og að því við viljum hafa fólk á svæðinu, við viljum hafa fólk í sveitum, við viljum hafa fólk í dreifbýlinu og það tengist svo aftur inn í aðalskipulagsgerðina, hvernig við náum að styðja við byggðina og þarna liggur á okkur að gera fólki kleift að byggja hús og við stöndum okkar plikt við að byggja hús og halda þessu gangandi að því við ætlum að ná þessari fjölgun fram. Þetta er ekki bara orðin tóm. Já. Takk fyrir þetta, Jóna. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, vil ég bara taka undir og það var bara frábær hvatning frá Jónu og ég held að við sjáum það öll hvað eru mikil tækifæri hjá okkur og mikið af framkvæmdum sem er að fara á stað og sveitafélagið mun ekki láta sitt eftir liggja í þeim málum. Þannig að varðandi húsnæðisáætlunina þá er tillagan að bókun svo að sveitarstjórn samþykki fyrirliggjandi húsnæðisáætlun og verður hún birt á heimasíðu sveitafélagsins að fundi loknum. Þeir sem geta samþykkt vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. 9. liður á dagskrá, það er áfram húsnæðismálin. Það varðar kaup á íbúðum á lóðinni Klapparhrauni 9 í Reykjahlíðarþorpi. Lagður er fram undirritaður samningur við BH Bygg EHF kaup á 2 íbúðum við Klapparhraun 9. Í framhaldi, samkvæmt bókun sveitarstjórnar á 19. fundi 23. febrúar síðastliðinn. Íbúðarnir eru 117 fermetra hvor og kaupferð hvorar íbúðar er 58,5 milljónir króna. Vill einhver taka til máls hér? Árni Pétur. Oddviti, þetta er svo sem bara held ég til marks aðgerðir sem er held ég svolítið skylt fyrir sveitafélagið að grípa þegar að bjóðast og ganga á undan með góðu fordæmi. Við höfum fundið langan tíma fyrir mikilli pressu og það vantar bara húsnæði í sveitafélagið. Þannig að þarna fékk sveitafélagið tækifæri sem að ég tel okkur bara ljúft og skylt að nýta og samþykkja. Takk fyrir.
Takk fyrir það, Árni. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá vil ég bara bæta því við að þetta einmitt svona tækifæri sem að bara í rauninni kom svolítið upp í hendurnar á sveitarstjórn að vera boðið til kaups þarna 2 íbúðir og í rauninni algjörlega sjálfsagt að grípa svona tækifæri þegar þau koma. Þess má líka geta að við erum í samræði við Bríeti og Brák og mjög góðu samtali við báða þessa aðila sem að hafa lýst yfir vilja sínum til þess að koma að frekari uppbyggingu. Þannig að tillagað bókun hér varðandi þennan undirritaða samning að sveitarstjórn staðfesti framlagðan samning. Þeir sem að geta samþykkt það, vinsamlegast gefið merki. Og það samþykkt með 8 atkvæðum og 1 situr hjá við afgreiðslu málsins. Takk fyrir það. Og í framhaldi af þessari samþykkt á 9. dagskrárlið, þá 10. dagskrárliður varðandi fjárhagsáætlun 2023, þar sem lagður fram viðauki nr. 2 við áætlun fyrir 2023. Viðaukin til kaupa á 2 íbúðum að stærð 117 fermetra hvor að Klapparhrauni 9 í Reykjahlíð. Heildarkaupverð 117 milljónir króna, fjárfestingunni verði mætt með lántöku að upphæð 78 milljónir króna og 30 milljónum af handbæri fé. Þeir sem geta samþykkt, vill einhver taka til máls? Svo ekki, þeir sem geta samþykkt viðauka 2 við fjárhagsáætlun 2023, vinsamlegast gefið merki. Og það samþykkt af 8 sveitarstjórnarfulltrúum, 1 situr hjá. Þá vindum við okkur í 11. dagskrálið sem að varða leigusamninga á hlunnindum jarðarinnar Kálfastrandar. Það lagt fram erindi í 2 liðum frá Halldóri Árnasyni í Garði í Mývatnssveit. Fyrri liðurinn snýr að veiðirétti Kálfastrandar, þar sem að hann leggur fram tilboð í veiðiréttin, bæði sumar- og vetraveiði, frá og með 2024 til loka árs 2030. Öðru lagi að þá beiðni nýtingu túna og beitar á Kálfaströnd. Hann óskar eftir að fá að slá og hirða sviðning, hörgur og þorlokshöfða, sumarbeit fyrir fé í Hrúthei og Selhaga, vor- og haustbeit í Belgjanesi innan núverandi girðingar og haustbeit í Selhaga og sviðningi auk þorlokshöfða. Einhver sem vil taka til máls? Svo ekki. Árni Pétur, gjörðu svo vel. Já, sveitarstjóri, ég tel það rétt, það auðvitað hvað varðar, ég held að það sé eitthvað sem við þurfum að taka sérstaklega til skoðunar sem að veiðiréttur sveitafélagsins og ég held hvað varðar eins og veiðirétt Kálfastrandar að það auðvitað til endalausrar umræðu, lífríkið og veiðiþol í Mývatni og annað slíkt og ég tel það rétt að sveitafélagið sé ekkit endilega að leigja þann rétt út eða nýta hann. Takk fyrir. Fleiri sem vilja taka til máls? Þá vil ég aðeins fá að bæta við og ég tek undir skoðun Árna Péturs í þessu varðandi nýtingu veiðiréttarins. Það óvissa með bara veiðiþol í vatninu og sveitarfélagið sem eigandi að 10% veiðiréttar í Mývatni ætti að mín skoðun sú að við ættum að ekki að leigja hann út að sinni. Það ýmsar rannsóknir í gangi þolið og þessar leigutekjur ekki þess eðlis að þær skipti öllu máli fyrir sveitarfélagið þannig að ég vil leggja til eftirfarandi bókun
að sveitarstjórn samþykki að beiðni Halldórs Árnasonar eða samþykki beiðni hans nýtingu túna og beitar á Kálfaströnd og felur sveitarstjóra að gera samning þar en sveitarstjórn hyggist ekki bjóða út veiðirétt Kálfastrandar árið 2023. Þeir sem geta samþykkt þessa bókun gefið merki og það samþykkt samhljóða. Takk fyrir það. 12. liður á dagskrá varðar starfshóp greiningu áhættu og áfallaþoli sveitarfélaga. Og það lagt fram erindi frá Bjarna Höskuldssyni slökkviliðsstjóra þar sem vekur athygli á hlutverki sveitarfélaga þegar kemur að almannavörnum. Í byrjun árs 2022 var send könnun á öll sveitarfélag landsins stöðum viðbragðsáætlana í málefnum almannavarna og í framhaldi af því var farið að bjóða upp á námskeið fyrir starfsmenn sveitarfélaga leiðbeiningar við greiningu á áhættu og áfallaþoli í sveitarfélögum. 3 starfsmenn Þingeyjarsveitar sóttu námskeiðið og þykir ljóst að nokkur vinna fyrirliggjandi innan sveitarfélagsins í mati á áhættu og áfallaþoli á sviði almannavarna. Og í því ljósi leggur slökkviliðsstjóri til við sveitarstjórn að settur verði á fót þverfaglegur starfshópur til að greina áhættu og áfallaþol sveitarfélagsins. Vill einhver taka til máls? Svo ekki, kannski bæti örlítið við að ég veit að það hafa verið gerðar ýmsar viðbragðsáætlanir varðandi náttúruhamfarir og fleira, meðal annars við þegar það var gosið í Hólurhrauni, var það ekki 2014, og ég sé fyrir mér að svona þessi vinna verði að fara yfir þær áætlanir sem eru til, bara sem við mögulegum náttúruhamförum og nú að það geta verið náttúrulega veðravíti og það svo stutt síðan að við höfum svona fengið smjörþefinn af allslags áföllum að tölum ekki við COVID. Þannig að, og núna bara á síðustu vikum, þá búið að vera að tala auknar jarðhræringar við öskju sem eru í okkar sveitarfélagi. Þannig að ég myndi leggja til að við myndum setja þessa vinnu á stað. Ég held að það sé mjög mikilvægt að vita nákvæmlega hvar við stöndum og hvað við gerum ef að svona vá ber að dyrum. Þannig að mín tillaga sú að með eftirfarandi bókun að með vísan í 16. grein almannavarnalaga nr. 82/2008 leggur sveitarstjórn til að settur verði á hóp starfshópur og verði honum falið að greina áhættu og áfallaþol sveitarfélagsins. Áhættu og áfallaþol sveitarfélagsins, afsakið, og leggur til að eftirtaldir aðilar eigi sæti í hópnum. Það Anna Bragadóttir landfræðingur, Atli Sveinbjörnsson skipulagsfulltrúi, Bjarni Höskuldsson slökkviliðsstjóri, Lárus Björnsson varaslökkviliðsstjóri og forstöðumaður áhaldahús og Olga Hjaltalín Ingólfsdóttir framhaldsskólakennari framhaldsskólans á Laugum. Starfsmaður hópsins Bjarni Höskuldsson slökkviliðsstjóri. Þeir sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skefið merki og það samþykkt samhljóða. Þrettánda liður á dagskrá umsókn frá Aksturs íþróttafélagi Mývatnssveitar til að halda snowcross keppni. Það lögð fram beiðni frá Aksturs íþróttafélagi Mývatnssveitar samþykki sveitarstjórnar vegna fyrirhugaðar snowcross keppni sem halda á í landi Reykjahlíðar við Kröflu í samræmi við 3. grein reglugerðar nr. 507/2007 og það liggur fyrir undirritað samþykki frá landeigendum Reykjahlíðar. Einhver sem vil taka til máls hér? Svo ekki. Þá lagt til eftirfarandi bókun að sveitarstjórn samþykki beiðnina enda liggur fyrir skriflegt leyfi landeiganda. Og þeir sem geta samþykkt vinsamlega gefið merki og þetta samþykkt samhljóða.
Óskum leyfi frá sveitarstjórnar störfum, það er dagskráliði nr. 14. Þar sem lagt fram bréf frá Helga Héðinsinni, sveitarstjórnar fulltrúa, dagsett 6. mars síðastliðinn, þar sem hann óskar eftir leyfi frá störfum í sveitarstjórn til haustsins 2024. Er einhver sem vil taka til máls hér? Jóna, gjörðu svo vel. Já, þetta eins og fram með komið þá óskaði Helgi eftir leyfi frá störfum. Hann var Helgi búinn að vera í fæðingarólofi þar til síðustu mánaðamót og óskaði svo eftir áframhaldandi leyfi og laust frá öllum störfum og nefndasetum fram til haustins 2024. Við óskum með honum auðvitað bara allsins bestu og þökkum honum fyrir samstarfið hingað til, en vekjum svo athygli á því að við munum svo leggja fram þá væntanlega bara á næsta fundi beiðni eða breytingar á nefndastörfum og nefndaskipan og ráðum sem að Helgi hefur átt sæti í hingað til. Já, takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Tillaga að bókun er svo að með vísan til 30. greina laga nr. 138/2011 sveitarstjórnarlagana samþykkir sveitarstjórn framlagða beiðni. Á næsta fundi sveitarstjórnar verður skipað í þær nefndir og ráð á vegum sveitarfélagsins sem Helgi Héðinsson, sveitarstjórnarfulltrúi, situr í. Þeir sem geta samþykkt þetta við sagði að skeiðu merki og það er samþykkt samhljóða. 15. liður er samband íslenskar sveitarfélaga, lögði fram til kynningar fundargerð nr. 919, það er fundur stjórnar sambands íslenskra sveitarfélaga. Einhver sem vill taka til máls þá fundargerð? Svo er ekki. 16. dagskrárliður, þar er umsagnarbeiðnið frá umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis frumvarp til laga breytingu á skipulagslögum númer 1232/010. Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis hefur sent sveitarfélögum til umsagnar tillögur að breytingum við 144. mál skipulagsmál. Umsagnir þurfa að berast fyrir 14. mars sem er í næstu viku. Málið var áður á dagskrá skipulagsnefndar 20. október 2022. Vill einhver taka til máls? Jóna, gjörðu svo vel. Já, oddviti, það er rétt að þetta mál var til umfjöllunar í skipulagsnefnd í október 2022 og þá var skipulagsfulltrúa falið að senda inn umsögn bara í samræmi við umræður á fundinum þar sem var ýmsu velt upp við málið eins og það leit út fyrir nefndinni þá, þar sem það er alltaf ákveð áhyggjuefni þegar á að seilast í skipulagsvald sveitarfélagana en enga síður að ræða kerfisáætlun raforku sem hefur líka ákveðið svona stigsmunur þarna á milli. Á sama tíma er verið einhverju leyti færa raforkumál raflínumálin svolítið frá skipulagsnefndum sveitarfélagana yfir í raflínunemnd og sveitarfélagin hefðu þá einungis almenna umsagnarbeiðni og einnig er færsla á útgáfu framkvæmdaleyfa sem var svona eitt af því sem nefndin var umhugað á sínu tíma. Ég legg þetta bara því til að í þessu skrifi málsins verður málinu aftur vísað til skipulagsnefndar og henni falið að veita umsögn málið og senda hana inn með einhverju smá fresti. Já, takk fyrir það og það má einmitt taka það fram að við höfum fengið frest til 16. vegna þess að næsti fundur skipulagsnefndar er 15. mars, þannig að frestur er veittur til 16. þannig að tillaga að bókun væri þá svo að sveitarstjórn vísar erindinu til skipulagsnefndar og felur henni að senda inn umsögn. Þeir sem geta samþykkt það vinsamlegast gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá er það síðasti dagskrárliður sem er skýrsla sveitarstjóra, Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir. Gjörðu svo vel.
takk fyrir og ánægilegt að vera komin hingað til ykkar í Þingeyjarsveit og hlakka til að geta flutt hérna alveg þegar að hérna vorar og ég fæ húsnæði. En ef við byrjum á að líta á íbúðaþróun frá áramótum þá var fjöldi íbúða þann 2. janúar 1391 og núna 1. mars eru þeir orðnir 1411 og hefur íbúðum því fjölgað 20 manns frá áramótum. Og þetta er náttúrulega ánægði tíðindi í ljósi þess sem hefur verið rætt hér í dag, bæði varðandi húsnæðismálin og annað. En nú er vika liðin síðan ég kom til starfa og hefur hún verið lífleg og fjölbreytt. Ég setti mér það markmið á fyrstu vikunum myndi ég heimsækja stofnanir sveitarfélagsins og ég hef þegar heimsótt Þingeyjaskóla, Barnaborg, Stórtjarnaskóla, Tjarnaskjól og íþróttamiðstöðin í Mývatnssveit. Ég stefni á að ljúka þessum heimsóknum í næstu viku í þessum stofnunum sem ég á eftir að líta til. Og það er alveg óhætt að segja að það hefur verið vel tekið á móti mér og þar sem ég hef komið og ég hlakka til að kynnast öðrum stofnunum sveitarfélagsins. Og starfsfólk skrifstofunar hefur tekið mér afar vel þrátt fyrir spurningaflóð og þetta er að segja að mannauður hennar er mikill og honum þarf að hlúa að. Á undanförnum mánuðum hafa nokkri starfsmenn horfið til annarra starfa og verið að ráða í þeirra stað. Ásta F. Flosadóttir hófst störf 1. mars sem verkefnisstjóri fjölskyldumála og nú er umsóknarferli í gangi 3 störf hjá sveitarfélaginu og ánægjulegt verður þegar skrifstofa sveitarfélagsins voruður fullmönnuð aftur en mikið álag hefur verið á þeim starfsmönnum sem eru við störf og ber að þakka þeim sérstaklega fyrir óeigingjarnt starf í þágu sveitarfélagsins. En eins og vitað þá eru fjölmörg verkefni sem liggja fyrir bæði hvað varðar sameiningu og daglegan rekstur sveitarfélagsins. Ég byrjuði að undirbúa nýja heimasíðu, ræða við hönnuði nýtt merki fyrir sveitarfélagið og fleira sem snýr að umgjörðinni. Verkefnisstjóri sameiningamála vinnur nú að því að samræma stefnur sveitarfélagsins en mikil vinna er framundan í að endurmarka sveitarfélagið bæði útlitslega, stefnur og verkferla og fleira. Húsnæðismál eru eitt af þeim málum sem bíða úrlausnar. En í dag var samþykktur samningur kaup á 2 íbúðum og hafið samtal við Bríet og Brák varðandi kaup á íbúðum og liggur fyrir munnlegt samþykki þar En sveitarfélagið hefur haft forgöngu það samtal og er að semja sest við félagin að kaupa íbúðir sem er búið að gera samningum. Ég hef þegar setið nokkra fundi fyrir hönd sveitarfélagsins og þar skal helst nefna fund með sviðsstjórum og forstjóru umhverfisstofnunar og þá heimsótti ég einnig Gíg þar sem ég fekk kynningu á þeirri starfsemi sem þar fram fer og þeim framkvæmdum sem eru nú í gangi. Ég satt afar áhugaverðan fund í Kröflu þar sem kynnt var metnaðarfull vísindaáætlun leidd af íslenskum aðilum, Krafla Magma Testbed eða þeir kalla þetta KMT. Og hún hefur það markmið að stofna og byggja upp alþjóðlegan rannsóknarinnviði fyrir jarðvísindi á Kröflusvæðinu. Krafla er einstök og þar er að finna þekkta staðsetningu kvikuhóls sem borað hefur í og hvergi annar staði í heiminum er vitað viðlíka aðstæður til rannsókna og svæðið því ómetanleg tilraunastofa frá náttúrunnar hendi. Og ávinningur þessar rannsókna mun afla okkur stór aukina þekkingar á jarðhitakerfum og samspil þeirra við eldvirkni og auk þess að dýpka skilning okkar á eldfjöllum almennt. KMT hefur verið í nokkur ár í undirbúningi undir forystu Georg rannsóknarklassa í jarðhita með aðkomi fjölmargra rannsóknarstofnana og fyrirtækja víðsvegar að úr heiminum. Þetta metnaðarfulla verkefni það skapar fjölmörg áhugaverð tækifæri í Þingeyjarsveit og það verður mjög athyglisvert að fylgjast með þróun þess og þeim tækifærum sem við fáum bara upp í hendurnar með þessu merkilega verkefni. En auk þess hef ég setið nokkra minnifundi og ég leit svo við á fundi íþrótta- og tómstundanemndar í gær og ég hyggst líka líta við á fundum hjá öðrum lendum svona til þess að sjá hverju þær starfa og þannig að þeir þekki mig allavega í útliti. Og eins og ég sagði í upphafi þá verður þessi fyrsta vika verið fróðleg og skemmtileg og ég hlakka til að kynnast betur starfsfólki sveitarfélagsins, íbúum og einnig hlakka ég til samstarfs við ykkur, kæra sveitarstjórn og að takast á við þau krefjandi verkefni sem eru framundan í að móta og þróa nýtt spennandi sveitarfélag sem veitir íbúum góða og metnaðarfulla þjónustu. Takk.
Takk kærlega fyrir þetta Ragnheiður Jóna. Ég held að ég mæli fyrir munn okkar allra að við bara bjóðum þig hjartanlega velkomna og erum afskaplega glöð yfir að hafa fengið þig til liðs við okkur. En þá er ekki fleira á dagskrá fundarins í dag, þannig að ég slít fundi.